Komið sæl, Hilmar Bjarn heiti ég og í dag ætla ég að sýna ykkur hvernig við notum boltasuðuvél. Þetta samanstendur af þessu tæki hér, svo eru með jarðkaflana og svo suðubyssuna sjálfa. Boltarnir líta bara svona út eins og venjulegir boltar og svo erum við hér svona kló sem heldur boltanum í suðubyssunni og þessi kló hún flokkast undir svona neysluhluti í þessari suðutækni af því að við þrýstum alltaf boltanum hér í og á endanum þá slitnar klóin þannig að hún hættir að halda nógu vel utanum og þá þurfum við að skipta henni út. Það fyrsta sem við gerum þegar við ákveðum að nota þessa græju og hvaða stærða bolta við erum með. Þeir geta verið mismunandi stærð og mismunandi lengd og það er að við þurfum að stilla þennan haldara hérna fyrir þessa kló. Það gerum við því að við setjum boltan hér, þrýstum hann alveg í botn. Svo er hérna skrúfa, endastillir skrúfa aftan á og við skrúfum hana fram þangað til að það er millimetr hér á milli brjóstsins og klóarinnar. Þá herðum við hérna stoppskrúfuna og herðum hana. Svo er komið að því að setja þá haldaran í byssuna. Það gerum við að setja hann hér í botn og herðum svo hér með þessum lykli og þetta er nóg að herða bara með höndunum. Það þarf ekki nein verkfæri í þetta. En með allt þetta, allar þessar tengingar hérna á þessum tækjum, þá þurfum við alltaf að tryggja það að við séum með góða tengingu. Því annars þurfum við að fá nista, það hleypur nisti á milli og þá rýrum við suðuna. En svo þegar kemur að tækinu sjálfu, þá er þetta sár einfalt. Jörðin, hún tengist hérna í plús. Það er sama við herðum hana þétt. Og á þessari græju er jörðin í tveimur töngum. Og það sem við gerum er að við reynum að hafa gott bil á milli þessara jarðtenginga. Því við getum lent í því að við erum of nálægt að þá getur segulsvið í kring, það getur farið að hafa áhrif á suðuna sem gerir það verkum að suðan verður ekki nógu góð. Og þá er það að tengja byssuna og annars er þetta 4 pinna tengi hérna sem er stýringin og svo hérna kapparnir fyrir aflið. Það er mikilvægt þegar við erum að stilla vélina að við stillum hana náttúrulega samkvæmt bókinni og eftir hvort við erum að sjóða svart eða ál eða ryðfrítt. Það er lítill pinni sem stendur hérna út úr endanum á boltanum og við þurfum að tryggja það að hann hafi sléttan flöt til að liggja á. Þannig að það er ekki til dæmis æskilegt að kjörna. En þá fer þessi litli nabbi, hann fer það ofan í kjörnfærið. En hann er í rauninni hugsaður sem tíminn fyrir byssuna til þegar allt fer að fljóta og hann flýtur undir. Þannig að besta aðferðin er í rauninni bara að rissa grund og nota það til að merkja þegar við erum að fara að skjóta boltanum á. En þá er komið að því að fara að sjóða og þá setjum við okkur gleraugu og hanska. Við þessa suðu þá þurfum við ekki að vera með rafsuðuhjálm eða loksuðugleraugu. Það er nóg fyrir okkur að vera bara með öryggisgleraugu og svo að sjálfsögðu hanska. Við kveikjum svo vélinni og við erum að sjóða hérna svörtu stáli
8 mm bolta, þá segir hann okkur hér að við eigum að stilla hana í 130 og gerum það hér 130 og í rauninni þetta er 130 volt. Það sem við í rauninni erum að gera að við erum að stilla hversu mikið við hlöðum þéttana sem eru hérna inni í þessu. Svo er hérna gormur hérna inni í þessu, þannig að þegar við setjum boltan á, þá þrýstum honum að og við þurfum að stilla hér aftan á byssunni hver þrýstingurinn er. Og samkvæmt þessu þá á þrýstingurinn vera það sem heitir 2,5. Það er hérna svona. Þá tökum við hérna boltan, við smellum honum hérna í og flöturinn sem við ætlum að sjóða á, hann þarf alltaf að vera hreinn. Bæði náttúrulega af öllum óhreinindum, en líka til dæmis eins og í svörtu stáli þá þurfum við að hreinsa burtu eldhúðina eða rið eða hvað annað til þess að fá góða bindingu. Og þessi byssa er þannig gerð að hún er með hérna 3 pinna hérna sem gerir það verkum. Það er mjög auðvelt fyrir mig að fá byssuna til að standa lóðrétta. Þannig að það sem ég geri hér, ég þrýsti hérna niður, finn þegar byssan situr bein og svo tek ég í takkan og svo þegar ég er búinn þá lyfti ég beint upp þess að tryggja það að pinninn brotni ekki af. Svo til þess að vera vissum að suðan sé í lagi að þá skoða ég hér og ég þarf að tryggja að ég sjái að það hafi spýst undan boltanum í allar áttir. Þá veit ég það að suðan er góð. Þessa tækni er náttúrulega hægt að nota, eins og ég sagði áðan, í svörtu stáli, í ryðfrístáli og í áli. En einnig hefur þetta líka verið notað í það sem við erum bara með, til dæmis svona pinna. Þetta veit ég hefur verið notað þegar menn er að setja einangrun í stálgrindarhús. Þá hafa við bara soðið svona pinna utan á stálgrindina og svo ullin sett bara á pinnana.